Þá tekur næsti máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, það mikið rætt virðingu Alþingis, ekki hvað síst af þingmönnum sjálfum. Oft virðist sú umræða dálítið mörkuð af sjálfhverfu og því að menn hafi tilhneigingu jafnvel til að gera lítið úr þinginu til þess að taka undir með því sem að menn telja að sé hinn ríkjandi skoðun, og ef að þingið taki nógu mikið undir með gagnrýninni þá kannski aukist virðing þingsins. En er hugsanlegt að það hversu lítill árangur hefur náðst við að bæta virðingu Alþingis bendi til þess að menn séu ekkert að fara rétta leið í þeim efnum? Getur verið að þegar ekki nema rúmlega þriðjungur þjóðarinnar hafi áhuga á því að taka þátt í kosningu til stjórnlagaþings, að þá hefðum við átt að ræða hér opinskátt hvort að þingið væri hugsanlega ekki alveg í tengslum við almenning, hvort við værum ekki að forgangsraða rétt í þinginu, að minnsta kosti hvort að aðrir hlutir væru brýnni að mati almennings. Getur verið að við hefðum átt að þora að taka þá umræðu þá og að stjórnlagaþingið hafi hugsanlega að einhverju leyti verið lent í vandræðum löngu áður en að Hæstiréttur úrskurðaði í dag. Getur verið að við þurfum í þessu þingi að þora að ræða hlutina alveg frá upp á nýtt. Við ættum að spyrja okkur hvort að við getum forgangsraðað með öðrum hætti, en við þurfum líka að hafa áhyggjur af því hvort að hér sé orðinn ofríkjandi nýr tíðarandi sem að valdi því að við þorum ekki að ræða hlutinu upp á nýtt. Hér hafa nokkrir þingmenn komið upp, þar með talið hæstvirtur innanríkisráðherra, og lýst því sem megin kostum þessa máls hversu lítill ágreiningur var það, að þetta hafi verið mál þar sem að menn náðu einhvers konar samstöðu, það var ekki tekist á, menn voru ekki svo mikið að deila. Og það er alveg rétt sem að hæstvirtur forsætisráðherra benti á, það var engin flokkur sem að barðist gegn þessu sem slíkur. Einn flokkur sat hjá að mestu leyti, aðrir flokkar samþykktu. En er hugsanlegt að við hefðum átt að ræða málið betur, hugsanlegt að við hefðum átt að hafa meiri fyrirvara við þetta en ekki þora því? Er hugsanlegt að þingið sé farið að láta stýrast af ótta? Og ekki nóg með það, heldur ætlismenn til þess líka að meira þess að dómstólarnir láti stjórnast af ótta við ástandið, ótta við byltinguna eins og einn háttvirtur þingmaður gaf til kynna hérna áðan. Á hvaða braut erum við komin þegar við ætlum ekki aðeins að láta þjóðþing Íslendinga stjórnast af ótta, heldur ætlumst til þess að dómstólarnir geri það líka. Þess vegna segi ég Guði sé lof fyrir Hæstarétt og Guði sé lof fyrir það að dómstólarnir hafa þó sýnt það að þeir hafa ekki látið etja sér út í það að elta tíðarandann á röndum. Hver var það sem að tryggði mestu kjarabót fyrir almenning á Íslandi? Það var Hæstiréttur. Það var Hæstiréttur sem að dæmdi myntkörfulánin ólögmæt. Getur verið að við þurfum að líta meira til vinnubragðanna þar og þora að leggja mat á hlutina út frá því sem er rétt, út frá staðreyndum málsins, þora að skoða hlutina frá grunni. Það er svona mál að með þessu, og það er óumdeilt að það er framkvæmd þessara kosninga sem er meginvandamálið, framkvæmdin var á vegum þessari ríkisstjórnar, þá er búið að bætast við enn eitt klúðrið sem við höfum hort upp á frá þessari ríkisstjórn. Þetta er orðinn endalaus vandræðagangur. Það hefur verið endalaus vandræðagangur við það að leysa úr skuldavanda heimilanna. 2 ár að endalausum vandræðagangi. Stofnun nýju bankana, endalaus vandræðagangur þar. Sparisjóðirnir, Sjóvá, Seðlabankinn og efnahagsspár hans. Grunnatvinnuvegir landsins eru allir komin í uppnám. Og meira segja þegar að stefndi að tækist söguleg sátt sjávarútveginn. Nei, þá mátti það ekki verða. Það þurfti að setja það aftur í uppnám líka. Landbúnaðurinn, iðnaðurinn þarf að nefna það sem menn ræða nú helst þjóðnýtingu og eignaupptöku. Það er endalaus vandræðagangur á þessari ríkisstjórn. Ég ætla ekki einu sinni að fara að fjalla Icesave-málið í því sambandi. Getur verið að það sé komið nóg af þessum vandræðagangi. Menn þurfi í fyrsta lagi að fara að hugsa hlutinu upp á nýtt hér á þinginu, þora að taka lýðræðislega umræðu, velta fyrir sér ólíkum sjónarhornum í stað þess að nálgast hlutina alltaf þannig að í núverandi tíðaranda sé eitthvað eitt rétt og við erum að reyna að elta það. Verður þingið ekki að þora að taka lýðræðislega umræðu og getur ekki verið að í öllum þessum háfleygu yfirlýsingum sem hér falla mikilvægi lýðræðis að það gleymist stundum að Alþingi Íslendinga er elsta lýðræðisstofnun í heimi og þingmenn eru lýðræðislega kjörnir. Væri ekki ráð að þeir færu að nýta það lýðræðislega umboð sem þeir hafa til þess að vinna þjóðinni í gagn.